Hefur góður. Ná kröftum eftir stórleikinn í gær? Já, við sáum bara fínt í nótt og fengum að sofa út, þannig að ég held að við verðum klárar á morgun. Nú erum við komnir í náttúrulega góða stöðu og leikurinn á morgun skiptir náttúrulega miklu máli fyrir bæði lið má segja, þannig að þetta er svona úrslita leikur. Já, það er alveg að horfa á þannig. Þetta er auðvitað algjör, hvað maður segja, Króatía verður að vinna, þeir ætla sér að fara lengra á þessu móti og sama skapi viljum við vinna riðilinn og bara mikilvægt fyrir okkur að undirbúa okkur vel fyrir þennan leik og við höfum gert hingað til og mæta sama kraft í leikinn og þá á ég bara vona góðu, verður auðvitað hörku leikur en markmiðið er auðvitað að vinna leikinn. Jú, það hlýtur að vera og reyna svona, verið í sem bestu stöðu fyrir lokaumferðina og tala ekki ef upp á framhaldið að gera. Ekki spurning, það er auðvitað markmið og Króatía samanskapi kannski ekki náð sínu besta framhinga til, mista einhverja menn út og það, en við höfum ekki gleyma að þetta er auðvitað Króatía á heimavöllu og það hefur aldrei verið auðvelt fyrir Ísland, en við unnum í janúar fyrir árið síðan og við þurfum bara að vinna það aftur. Já, þetta verður stríð. Já, ég held að eins og ég segi, ítreka þeir vita þeir verða eða held ég að vinna hennar leik til að eiga möguleika að fara áfram, þannig að það væri bara gaman að slökkva í þeim draum á morgun. Og þú áttu stórleik í gær, situr það ekkert í þér? Nei, þú veist, jú, þetta finnum maður fyrir leiknum að maður var auðvitað einhver þreyta í leiknum, en þegar það gengur vel og þegar það er þessi barátta í liðinu þá heldur maður bara áfram og mér fannst maður líka bara sjá það í gær, við vorum þreyttir en mér fannst ekki þannig þreyttara við, þannig að það er ekkert að kvart yfir. Nei, og náttúrulega bara gaman að spila í þessari stemningu sem að myndast. Já, bara innan vallar sem utan? Já, innan liðsins og utan vallar, þessi stöðningur ómetanlegur og ég vil bara segja áður að það er ekki sjálfsagt að Íslendingar flykkist inn 100 eða 1000 tali og við erum ótrúlega þakklátir fyrir það og reynum að skila framistöðu tilbaka á vellinum og gera þetta bara miklu skemmtilegra þegar það eru svona margir að fylgja nú. Finnið þið fyrir mikilli pressu innan frá okkur sjálfum að brjóta þennan ís að komast í fyrsta sinn í 8 liða úrslit í 14 ár? Ég veit ekki alveg hvað ég að segja. Já, þú veist. Sjá menn þetta aðeins í hillingum eða? Já, ég veit ekki. Ég held að menn sé kannski ekki endilega að hugsa 8 liða úrslit. Ég er bara að hugsa Króatíu og svo náttúrulega einn leikur eftir við Argentínu. Og 8 liða úrslit, já, burtséð frá því. Mér langar bara að vinna Króatíu og það á heimavelli og bara hlakka til.